Komið sæl og blessuð og gaman að sjá ykkur hér í kvöld á þessu fallega miðvikudagskvöldi við Austurvöll. Við erum hér á vettvangi bókaklúbbs Spursmála sem verkefni sem við hrundum á stað í apríl síðastliðnum. Klúbburinn virkar þannig eins og þið flest vitið að við tökum fyrir eina bók í hverjum mánuði og viljum eiga við ykkur sem hafið áhuga á þessum bókum samtal efni þeirra og innihald. Hugmyndina að klúbbnum átti ég reyndar í desember þegar ég var að lesa ævisögu Geirs H. Haarde. Ég átti ekki von á því að þetta yrði mjög skemmtileg bók því að Geir svona dálítið passasamur maður og lætur ekki mikið flakka, en það kom í ljós að bókin var mjög áhugaverð og það vantaði mikið upp á það í opinberri umræðu að það yrði dregið fram margt af því áhugaverðasta sem að hann bar þar á borð. Og við höfum ástæðu til að eiga samtöl bækur, bæði nýútkomnar og eldri bækur sem að hreyfa við okkur og geta elt bæði lýðræðið og samfélagsumræðun í breiðum og víðum skilningi. Þannig að í hverju mánuði tökum við núna fyrir bók, skrifum aðeins þetta í mokkan, birtum greinar á mbl.is, þeim gríðarlega öfluga vef, og svo hefur það reynst mjög vel að koma saman hér í þessu rými eins og dæmi sanna og við ætlum að reyna að halda því áfram að minnstakosti í tengslum við aðra hverja bók sem að við tökum fyrir á hverjum tíma. Og næsta bók, svo að ég ljúki kynningu á því, er áhugavert og mjög merkilegt rit sem að Sigurður Már Jónsson blaðamaður tók saman á sínum tíma og varðar afnám haftana og þær aðgerðir sem að stjórnvöld réðust í eftir árið 2013 við að losa okkur út úr störukeppni við kröfuhafa föllnu bankana og við munum taka þá bók fyrir hér á þessum vettvangi. Hvet ykkur líka til þess að hafa samband ef ykkur detti í hug spennandi verk, það geta verið eins og ég segi verk sem eru nýútkomin eða eldri verk og hér gildir reglan sem að mér hefur þótt skemmtilegust af öllum og það er að gera bara nákvæmlega það sem að manni sýnist. Við erum ekki bundin að neinum ramma það hvaða bækur við tökum fyrir. Kannski tökum við Láka jarðál einhvern tíma fyrir, ekki síst í ljós þess að málsmetandi píratar vilja meina að ég sé allavega hálfbróðir hans. Þannig að við getum þá tekið fyrir ævisögur minna skildmenna hér ef svo ber undir. En að þessu sinni ætlum við að taka fyrir ótrúlega bók sem að mörg okkar þekkjum frá fornu fari og höfum heimsótt í einni annarri mynd oftar en einu sinni frá unglingsárum. Aðrir hafa sennilega verið að kynnast henni í fyrsta sinn en allir hafa heyrt bókin 1984 eftir George Orwell. Þetta verk sem hefur mótað hugmyndaheim okkar og pólitíska hugsun allt frá því að hún kom út í Bretlandi 1949 og við höfum ástæðu til þess að glugga í hana akkurat á þessum tímapunkti ekki síður en á fyrri áratugum á tímum Sovétríkjanna og annað í þeim túr. Og ég fengið til mín afar sérstakan og góðan gest sem að ég hef ekki talað við áður nema bara í síma. Við erum að hittast í fyrsta sinn við Kári og ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að nálgast hann þegar að þessi hugmynd kom upp. Hallur Már, félagi minn og pródúsent á Spursmálum fékk þessa hugmynd og það var ágættur samstarfsmaður okkar á Morgunblaðinu sem var með símanúmerið hjá Kára og hann sagði mér að hafa engar væntingar. Hann sagði að hann á eftir að taka hart á þér, sennilega hreitið ónótum og mögulega skella á þig. Og ef hann gerði ekki þá er það ekki góð tíðindi. Það skalt vona að þú fáir þessa meðferð. En það fari alveg ógurlega vel á með okkur Kára núna síðustu vikurnar í samtölum og ég hef miklar áhyggjur af því að það hljóta enda með ósköpum hér síðar í kvöld. Það kemur í ljós hvort að svo verði. Nei. Og ég skellti ekki á hann heldur. Hugmyndin var svo að koma hingað þannig að ég fengi nægan tíma fyrir blótsyrði. Ekki bara í gegnum síma. Við hétum hvor öðrum bara einu þegar við myndum ekki taka á mótherjanum neinum vettlingatökum. Við þolum ekki svoleiðis. Hvorki Kári né ég. Þannig að hér hittir skrattir ömmu sín og þið megið dæmu það hvor er amman. Við ætlum að setjast niður og fara yfir bókina og þið grípið ykkur drykki hér eftir efnum ástæðum og svo munum við, ef að tími gefst til, annarkvort getið þið bara farið ef við Kári verðum áfram talandi hér inn í miðnættið eða þá við munum opna fyrir
spurningar og samtal bókina. Ég vil ekki að gefa Kára gott klapp. Sko, ég held að það sé afskaplega fátt sem líkt með okkur Stefáni og eitt af því mörgu sem ólíkt með okkur að ég bjóst alltaf við skemmtilegri sögu frá Geir Haarde. Við vorum samtíma í menntaskóla, ég var talsmaður vinstrimanna, hann var talsmaður hægrimanna og við hjóluðum hvor í annan linnulaust í 4 ár. Svo lauk menntaskólagöngu og ég fór í læknisfræði og fluttist til Bandaríkjanna og bjó í Chicago til þess að byrja með. Og eitt kvöldi fékk ég símtal frá Geir Haarde, hann sagðist fyrir í Bandaríkjunum, verið á leiðinni heim til Íslands og baði að fá að gista hjá mér. Dæmi gert fyrir það hvernig pólitískir andstæðingar eiga að taka hvoru öðrum. So við sátum á 1606 Hyde Park Boulevard í 2 nætur og ég held að við hljótum að hafa drukkið eitthvað annað en Pepsi Max. Ég heimur versnandi fer. Já. Talandi gistingu, Kári, mig langar til að varpa fram einni persónulegri spurningu svona í upphafi og þeir skilja sem að þekkja bókina vel. Hefur þú gist á hótelherbergi með númerinu 101? Ég hef gist á hótelherbergi með númerinu 101 og það rifjaðist upp við lestur þessar bókar og ég spratt upp úr sætunu þar sem ég var að lesa bókina, fór fram á bað, kíkti á speilin til þess að ganga skuggum að ég var ennþá þarna. Winston Smith, hann lendir í þessu merka herbergi sem að stóri bróður að vinna með og þar takast menn á við sínar sinn stærsta og mesta ótta. Hver þinn mesti ótti? Sko, þegar maður orðin 76 ára, þá breytast það tilfinningar sem maður hefur til framtíðarinnar. Og ég raunverulega ekki hræddur við nokkuð skapaðan hlut sem blasir við mér. En ég skammast mig fyrir fullt af hlutum. Förum aðeins yfir það. Við höfum allt kvöld, ég held að fólk sé mjög áhugasamt þetta. Þetta samtala að taka mjög óvænta stefnu hér. Já, ég skal segja það sem ég skammast minn mest fyrir að ég hef alltaf verið ævintýralega metnaðarfullur. Ég hef unnið allt og mikið. Til dæmis ég held að það sé rétt hjá mér að síðustu 10 árun hef ég tekið 2 vikur í sumarfrí. En það skiptir ekki máli á þessu æviskeiði. En þegar maður á 3 börn og gefur sér aldrei tíma til þess að sinna þeirra, þá maður að fremja glæp. Þá maður að forgangsraða á villusan hátt og ég skammast mín gífurlega fyrir það að hafa ekki eitt meiri tímum með börnum mínum sem eru öll mjög skemmtilegt fólk. En það verður eftir gert úr við því nú. Ég legg hins vegar til að við hjólum í þessa bók. Ég ætla nú að fara að spyrja hvort að þau væru sérstaklega ósátt við þessa forgangsröðun. Við skulum minnst og kosti ganga út af þessi vísu að þegar hendar þá minnst á þetta. Förum við bókina. Bókin, hún skrifuð sem saga Winston Smith sem býr í ráðstjórnaríki sem njósnar þegna sína. En sagan verður náttúrulega leið og miklu frekar saga þetta ráðstjórnaríki. Bókin ekki skemmtileg. Ég las hana fyrst fyrir svona 60 árum. Hún svo fyrirsjáanleg. Þetta gerist alltaf aftur og aftur. Þetta fjallar ríki þar sem að stjórnvöld að njósna öllum stundum. Fólk borðar vondan mat, býr í ljótu húsnæði. Því refsað með raflostum, barsmíðum, hungri og svo framvegis. Og ég held að maður verða að nálgast þessa bók svo abstrakt ljóð. Það að segja að við erum að nema þær tilfinningar sem að bókin býr með manni. Þessi bók skrifuð sem hvers gagnrýni á Sovétríkin. Það sé verið að benda á hvað þessi ráðstjórn herfileg, hvað það erfitt að búa við, það ríki sé að
raunverulega stjórna öllu sem maður gerir og segir og meiri sér þeim tilfinningum sem maður hefur. Ástæðan fyrir því ég komst í gegnum bókinni í þetta skiptið þessi litla ástarsaga sem inn í henni. Og hún ágætlega sögð og gerir það verkum að maður tengir við fólkið eins og manneskju. Af því þetta fólk sem raunverulega með tilfinningar, aðrar heldur en óttan við ríkið. Og mér finnst að mörgu leyti, vinir mínir segja mér að 1984 sé aftur orðin spennandi bók út af gervigreind og möguleikanum að því að njósna fólk og það engin vafi í mínum huga að það ýmislegt líkt með þessu ríki sem verið að lýsa í bókinni og stöðum eins og Norður-Kóreu, Kína. Mín reynsla af Kína alveg hræðilegu ráðstjórnaríki þar sem menn hafa ekki frelsi til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Og ég held að ef maður les þessa bók eins og ljóð og að leita eftir þeim tilfinningum sem það vekur hjá manni, þá held ég hún sé gagnleg. Og Orwell skrifar þessa bók 49, hann dáinn 50? Já, ég held hann lifið 2 eða 3 mánuði eftir hann kemur út, hann deyr ungur maður 47 ára. Þú kannt nú betur kannski að skýra úr hverju það var eitthvað samblanda berglum og ósæðar gúlp eða einhverju slíku. Þú varst nú ekki að meðhöndlan, var það? Þessi bók nákvæmlega jafn gömul mér. Ég fæddur 1949, hún skrifuð 1949. Hún var fyrst þýdd á íslensku af Hestinni Pálssyni og Thorold Smith. Og ástæðan fyrir því að ég las hana svona ungur svo að Thorold Smith og faðir minn unnu saman á fréttastofu Ríkisútvarpsins. Thorold byrjaði að vinna það 1956 og Thorold Smith og faðir minn þeir rífist mikið pólitík. Hún kemur mjög hratt út, eða fljótt út hér. 1950. Já, þannig að þeir átta sig strax á því hvers konar Þeir tveir Hersteinn var 34 ára gamall þegar þýddi bókina og Thorold Smith var 33 ára. Hersteinn Pálsson þýddi yfir 300 bækur og yfir 4.000 texta fyrir 4.000 bíómyndir. Þannig að hann var afkastamikil þýðandi. En ástæðan fyrir því að bókin var til heima hjá mér þegar ég var ungur svo á að faðir minn og hann voru miklu vinir. Og mér fannst Thorold Smith alltaf afskaplega skemmtilegur. Ég man eftir því þegar hringdi einu sinni heim til foreldra mína á aðfangadagskvöld og móðir mín svaraði og kallaði til föður mín og sagði Tulli og Tolli að vil tala við og faðir mín segi nenni ekki tala við það núna. Þá bað Thorold Smith móðir mína fyrir þessi stílabóð til föður mín svo ekki gleyma því að faðir minn leiti alltaf á sem austfirðing. Og hann sagði segðu Stefáni að til mín hafi komið 3 vitfirringar frá Austurlandi með bull, ergels og pirru. En þessi bók skrifuð, þú nefnir Sovétríkin en hann auðvitað líka kemur úr heimi sem hafði lifað af fasismann, nasismann og allan þar hrylling sem fylgdi þessum þessar alræðishyggju sem skók heimina svo stórum hluta. Á bókin erindi til okkar inn í annan heim í dag og þetta allt annar heimur heldur en sá sem horfði upp á hryllingin í Auschwitz og það allt saman. Ég ekki alveg vissum að heimurinn sé svo miklu öðruvísi núna og ég verð að viðurkenna það að mín kynslóð að stílja við þennan heim í miklu verra ástandi heldur en við vonumst til. Það ekki eftir því ég bjó í Bandaríkjunum í 20 ár og kom þangað mjög kritískur á bandarískt samfélag. Þetta samfélag hampaði mér, það var mér ótrúlega djöfult og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég upplifði þar. Og til dæmis eitt af því besta sem Bandaríkin eiga eru þessar stórkostlegu menntastofnanir. Þeir eiga líklega 20 af 25 bestu háskólum í heimi. Þú og taugalækni prófessor þann virtast að þeim öllum. Eða 20 af 25 bestu háskólum í heimi. Nú að rísa upp í Bandaríkjunum ástand sem skelfir mig. Það að segja, forseti Bandaríkjana,
Hann veður á skítum skónum yfir mörkin milli framkvæmdarvaldsins, dómsvaldsins og löggjafarvaldsins. Hann veitist að fjölmiðlunum aftur og aftur og maður hefur það svona, og það sem skelfilegast við þetta í síðustu viku, þá held ég að 63% Bandaríkjamanna hafi lýst því yfir að þeir finnist hann hafa staðið sig mjög vel. Þannig að við erum konum með mann sem hefur tilhneigingu til eða minnst úrstu virðist reyna að taka til sín allt vald sem til í samfélaginu og fólkinu finnst það gott. Hvað segir læknirinn það? Hvað í gangi í höfðin á þessum samlöndum þínum fyrrverandi? Þetta býsna flókið. Ég held, og nú ég nokkuð vissum að þú ert mér ekki sammála, að ég held að töluvert af því sem að gerast eigi rætur sínar í alls konar misrétti sem hefur aukist í samfélaginu, ekki endilega bara efnahagslegt misrétti, heldur misrétti sem að rætur sínar í mismunandi menntun, í mismunandi aðgengi að upplýsingum og svo framvegis. Og það ekki nokkur, en það sem ég finnst svolítið interessant í þessu öllu saman þegar maður horfir á Bandaríkin sem var alltaf heimur hérna frjálsuverslunar og nú voru alltaf forseti Bandaríkjanna farin í beina árás á frjálsaverslun með því að reisa tolla út allt. Þannig að nákvæmlega eins og við sögðum í gamla daga að rússneska byltingin étur börnin sín, nú voru allt í hennu kapitalismi Bandaríkjanna byrjaði að éta börnin sín. Og það sorglegt. Það sorglegt hvernig þetta allt sem að fara og mér, úr þessari fjarlægð þá finnst mér þetta líka svolítið því sem að þeirri þróun sem átti sér stað í Þýskalandi milli 30 og 40. Að vísu hef ég mjög mikla trú á krafti bandarísks samfélags og getu þess að takast á við vandamál. Stjórnarskráni? Já, stjórnarskráni virðist þessi skipta einu máli lengur. Það að segja að það vegið að tjáningafrelsun og svo framvegis. Ef dómari dæmir í máli gegn vilja forsetans þá bara ráðist á hann og honum ýtt úr embætti. En það sem að ríkisstjórn Trumps hefur gert að veitast að sterkustu stofnunum samfélagsins sem þessi stórkostlegu háskólar og byrjar að grafa undan þeim hægt og rólega og þessir háskólar byrjaðir að kompromissera, þeir byrjaðir að stíga tilbaka frá sínum upphaflegu prinsipum. En voru þeir ekki, svo ég grípi aðeins inn í, þú lítur að fylgst með yfirheyslunum í þinginu þegar forseti eða rektor Harvard háskóla var kallaður til út af ofsóknunum gegn gyðingunum og það var spurt hvort að þetta væri hatursorðræði eða ekki og hún sagði, það hatursorðræða ef þeir láta til skara skríða og hún var látin segja á sér. Má ég aðeins benda á eftirfarandi sem mjög flókið. Þegar ég var við Harvard þá vann ég mína klínisku vinnu við Beth Israel Hospital og ég var eini tenured full professor við þann spítala sem var ekki gyðingur. Og allir mínir vinir flestir þeirra frá Bandaríkjunum gyðingar. Og þegar menn farnir að halda því fram að gagnrýni á framkomu Bandaríkjumanna á Gaza sé tjáning á gyðingahatri, þá menn komnir út í mýri. Hún var reyndar að verja ummæli frá nemendum sem sögðu að þetta drepa alla gyðinga. Já, Þetta allt skjalfest inn á YouTube. Já, skjalfest inn á YouTube. Já, frá þingnefndinni það var farið yfir þetta. Já, Þannig voru þessar stofnanir ekki líka komnar út af sporinu í einhverjum vókisma og rugli? Ég spyr að því að... Á sér það að þú farð mig ekki til þess að rísa upp og fara að verja allan þennan vókisma. Og það verður að náttúrulega virða þessum stofnunum til vorkunnar að þeir eins og aðra svona stofnanir hljóta að fara svolítið eftir þrýsting í samfélaginu vegna þess að ef stofnanir gera þetta þá þeir svolítið andlýræðislegar og En rektorinn á nú alltaf að stöðva menn sem að lýsa því að drepa alla gyðinga.
spurningin var hvernig allar að taka á þessum mönnum sem að segja svona lagað. Og henda þeim út? Það ein leið til þess að út með þá? Sko, en ef þú allar að henda... Það hefðu þú gert við starfsmann í Íslenskri erfðagreiningu sem hefði haldið þessu fram. Ég held þú hefðir annarkvort boðin við körfubolta eða henda honum út. Og ég veit ekki hvort ég hefði valið frekar. Það náttúrulega óásættanlegt að það er gjörsamlega óásættanlegt að koma með svona yfirlýsingar að það ég drepa þennan eða drepa hinn eða drepa þessa þjóð eða drepa hinn, en það vill svo til að forsetinn sem brást við þessu með því að setja fjársektir með því að taka í burtu skattaívilnanir og svo framvegis, forseti sem hefur stuðlað að mjög auknum rasisma í Bandaríkjunum. Það að segja að hann búin að taka í burtu allar þær aðferðir sem voru notaðar til þess að minnka rasisma, og ég get sagt þér það að hlutur hörundstokkra í Bandaríkjunum, þó að hann sé betri heldur en hann var fyrir 100 árum, hann mjög slakur. Það mjög erfitt fyrir unga svarta menn að komast í almennilega vinnu, komast í menntun og svo framvegis, og að snúa þessu öllu við, byrja að endurstýra alls konar stofnanir í Bandaríkjunum með nöfnum þeirra sem voru að verja þrælahald á sínum tíma. Það svolítið ljótt og það var skengilegt að slíkur maður leggist í herferð gegn gyðingahatri. Hann fekk ótrúlegan stuðning meðal svartra. Mér langar til að spyrja út frá Stóra-bróður að því að þú hefur þessa... Hann fekk ekki ótrúlegan stuðning meðal svartra. Miklu meiri heldur en 2016? Já, ég gerir mig alveg grein fyrir því, en ég get sagt þér það að það lítur þannig út núna að mjög stór hundraðsluti þeirra svörtu sem kusan í þetta skiptið séu farnir að sjá svolítið eftir því. Það gerum við nú eiginlega alltaf með þá sem við kjósum. En varðandi Stóra-bróður og Bandaríkin og þetta skrýtna samfélag sem að þarna hefur verið byggt upp, þetta gríðarlega herveld og annað. Aftur sem taugalæknir sem hefur fylgst með fólki kannski úr annarri átt en mörg okkar hinna. Mótherji hans þar til síðustu vikurnar var Joe Biden. Hvenær laugst það upp fyrir þér að hann væri í orðin slappari en góðu hófi gegnir? Það var alveg ljóst fyrir kosningabarátuna. Ég held að það hefði ekki verið nokkuð vafa mál, og þegar að Trump ber sér að brjóst yfir því að hafa unnið þessar kosningar, þá ef þið hafið tækifæri til þess, þá ættu þið bendunum á að það vann kosningar gegn farlama dement gamalmenni. Eða varamanni hans. Ég spyr út í það bara út frá að því að það eru svona hugmyndir úr bókinni sem að ég velti fyrir mér. Það var alls sem benti til þess fram að kappræðunum þarna sumarið að honum yrði telt fram að Jill Biden myndi stýra manni sínu þarna áfram og þetta liði í kringum þau, þannig að þau yrðu með dement gamalmenni sem forseta stærsta herveldi sögunar í 4 ár. Kann að vera að þarna sjáum við glitta í sjálfan Stóra-bróður, þar sem að menn eru til í að tefla fram einhvers konar sprengjabrúðum? Sko, þessar spekulasjónir þínar eru gjörsamlega unfounded. Það er ekkert sem bendir til þess að varaforseti Bidens hefði sagt sér við það að Biden var að stjórna einhverju. Hann meira segja að það kemur í ljós að síðustu mánuði, síðustu árin 2 í embætti, þá hefði mann slegið hringum mann vegna þess að þeir voru ekki viss hann myndi rata á klósettið. En samt ætluðu þeir að bjóða fram? Já, hann heimtaði það og fór fram, og það er náttúrulega þetta bendir náttúrulega til þess að demokrataflokkurinn sé í rusli. Hann skulle láta þetta gerast. Þetta er gjörsamlega fyrir neðan allar heldur, en ég legg til að við tökum Biden út úr þessari diskussjón. Það er ekki sko okkur sæmandi að vera níða niður mann sem að þjáist af alvarlegum sjúkdómi sem er mjög algengur í okkar samfélagi. Við níðum hann ekki og fellum þetta tal. Ég ætla eins og að biðja hana Ásthildi kollega minn, ég ætla að færa talið dálítið aðra átt út frá hugmyndunum Stóra-bróður aðeins nær okkur. Ég Ásthildur hérna sveið, hún hérna. Hún ætlar að ræsa hérna fyrir okkur örlítið myndband
og við ætlum að taka umræðan út frá því. Nú þurfa allir þétt að standa saman og koma COVID-stríðinu á skrið. Efla viljum lýðheilsu og finna sálarfrið. Við hlýðum líf og ferðumst heim að við. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Þetta upplifun af sérstöku smugerð. Já, fáum úr því rúst að ferðast innan hús. Góða ferð, veru sæl með góða innanhúsferð. Góða ferð, veru sæl með góða ferð. Góða ferð. Já, ég verð að viðurkenna að ég fæ alveg ofboðslega kaldan hroll við að sjá þetta, ekki bara vegna þess að lagið lélegt og söngvararnir misgóðir. Þetta tímabil sem að maður vill helst ekki rifja mikið upp, Kári. En höfum við ástæðu til að velta fyrir okkur hugmyndin ríkisvald, hlutverk þess og ægitök á almenningi út frá þessari nýlegu reynslu okkar? Ég held að við hljótum að horfa tilbaka og velta því fyrir okkur hvað gerðist í COVID. Í þeirri vangaveltu verðum við að byrja á þeim stað þegar að COVID kom upp á yfirborðið barst til Evrópu. Í byrjun þá lagðist það harðar á Ítalíu heldur en önnur lönd og í einum spítala á einum degi í norður Ítalíu þá dóu 198 manns. Þannig til þess að byrja með þá leit þetta út svolítið eins og fyrsti kaflinn í sögunum endalok mannsins. Þetta var mjög ógnvekjandi. Og það er engin spurning það að eitthvað var að gera til þess að reyna að stemma stigu við útbreiðslu. Eitthvað var að gera til þess að reyna að minnka líkurnar af því að fólk dæi af þessu. Og að mörgu leyti þá tókst það þokkalega. Það má hins vegar deila núna þegar maður horfir tilbaka og ekki gleyma því að þegar við horfum tilbaka þá verðum við að passa okkur á því að fara ekki að þessu eins og í bókinni þegar menn voru endurskrifa söguna og það er engin vandi þegar þetta kemur á svona farsótt að finna betri leið heldur en fannst af því augnabliki sem þetta átti sér stað. Það voru búin til bóluefni sem voru notuð og það er engin spurning það er til alveg feikilega mikið af góðum gögnum sem sýna fram á að það hefur líklega verið bjargað lífi nokkur 100 miljón manna með þessum bóluefnum. En síðan þá var það spurningin ef þið átt að bólusetja alla, hefði átt að sleppa því að bólusetja ungt fólk. Það er gjarnan talað að ungt fólk sem var bólusett, sérstaklega ungir karlmenn, hafi fengið bólgu í hjartavöðva og svo framvegis og framvegis. Það er engin spurning að þessum bóluefnum nákvæmlega eins og öllum öðrum læknisaðferðum fylgdi aukaverkanir. Það er einhver fórnarlömb af þeirra hálfu líka? Það er alveg sama hvaða læknisaðferð hún notar, eða meðslóst í langstærstur 100 hluti þeirra, hefur ákveðnar aukaverkanir í för með sér og þessi bóluefni hefðu aukaverkanir. En í mínum hug er það lítill vafi að það hefði átt að bólusetja alla til þess að byrja með. Svo er það spurningin það hvernig notuðu menn, hvernig vógu menn að borgararéttindum á þessum tíma. Var það allt saman rétt? Hefðu átt að gera minna af því? Ég veit það ekki. Ég hef ákveðnar spurningar ýmsar efnahagsráðstafanir sem voru gerðar. Ég skil þær ekki almennilega, en þegar kemur á læknisfræðinni í þessu, þá var þetta höndlað mjög vel. Varðandi bólusetningarnar,
þá kannski helst spurningin þessi hvort að það sé réttlætanlegt að þvinga fólk til bólusetninga. Já, þetta er mjög interessant spurning, algjörlega. Það að segja við búum í samfélagi og við erum dýrategund sem býr í samfélagi og það sem skilgreinir dýrategund hópur einstaklinga sem getur eignast afkvæmi saman. Það að segja, við reiknum með því að við sem dálítið stíl hvort öðru. Hópur einstaklinga sem nægilega stildir hvort öðrum til þess að geta eignast afkvæmi. Og þá það bara spurningin, hvaða skylda fylgdi því að búa í samfélagi? Þegar hópur einstaklinga, það er faraldur í gangi og hópur einstaklinga, við segja 25% þjóðarinnar segir við viljum ekki láta bólusetja okkur. Þá hefur það ekki afleiðingar bara fyrir þá. Það hefur afleiðingar fyrir allt samfélagið vegna þess að þá breiðist farsóttin hraðar út og víðar og þá það spurningin, alveg sjálfsagt menn eiga ekki að vera þröngvaðir til bólusetningar en mega þeir þá búi í samfélaginu þegar þeir eru orðnir ógn fyrir samfélagið. Og þetta spurning sem ég ekki með svar við. Ég ósköp einfaldlega að segja að við verðum alltaf stöðugt að velta þessum spurningum fyrir okkur og þegar við horfum tilbaka og fólk segir við mig við hefum ekki átt að gera þetta svona heldur hins einn, þá ég opinn fyrir því að hlusta á það. Ég hef oft verið að velkjast í vafa að þetta hef allt saman verið nákvæmlega rétt. Eitt þó gott við þetta tímabil að þeir sem voru á andstæðri skoðun við stjórnvöld höfðu rödd. Ég mjög montinn að Sigríði Andersen fyrir það hvernig hún stóð upp og skammaði mig blóðugum skömmum. Líklega vegna þess að móðir mín lést fyrir mörgum árum og það enginn skammað mig svona. Það mjög gott að taka inn skammir með morgunmatnum en ég held að mestu leyti hafi þetta tekist þokkalega vel. Þetta var ekki auðvelt. Skyldan til bólusetninga, finnst þér það sambærilegt jafnvel og bara herskylda? Kvaðning, þar að segja að þetta séu þannig aðstæður að þér beri... Áður ferði ég að taka þá samlíkingu, þá vil ég benda þér á að það hefur verið útrýmt í þessum heimi mjög alvarlegum sýkingum sem vega sérstaklega börnum. Við vorum búin að útrýma mislingum í vestrænum samfélagum þangað til núverandi heilbrigðismálaráðherra Bandaríkjanna fór í herferð til þess að hvetja fólk að bólusetja ekki. Og nú faraldur með mislingum í bandarísku samfélagi. Og mislingar ekkert sakleysisleg sýking barna. Mislingum fylgir oft lúnabólga, bakteríar lúnabólga sem getur drepið börn. Það fylgir skyndi afslýrun upp í heila sem getur stílið börn eftir lömuð og gölluð að mörgu leyti. Við útrýmdum mænuveiki og við útrýmdum bólusótt og þessi útrýming gerðist þannig að bólusetning barna var raunverulega skildubólusetning. Það var að vístu gert að ég held á tiltölulega tíðan hátt. Ég bara benda á þetta vegna þess að það sem hefur áunnist við þær bólusetningar alveg stórkostlegt. Þá getur hún alltaf sagt með COVID hvað ávannst við það. Í faraldrinum þá held ég okkur að við tekist að verja líf nokkur 100 milljón manna en við getum síðan farið að velta því fyrir okkur ástæði til þess að halda áfram þannig bólusetningu og ég persónulega þá ætla ég að láta bólusetja mig aftur nákvæmlega eins og ég læt bólusetja mig við influensa á haustin. Bólusetningar eru tiltölulega hættu fríar miðað við margar aðrar læknisaðferðir. Já, ég tek aftur ég tek nú fram að ég læt bólusetja mig líka og hef verið marg bólusettur en ég vil líka leggja það áherslu að mér finnst hugmyndin að ríkið geti skildað okkur til þess að gera hluti að án þess að við höfum tækifæri til þess að mótmæla
á þess að gefa okkur andmælarétt finnst mér ekki skemmtilegt. Og mér langar til að taka þetta aftur hér út frá þessari óhugnalegu hugmyndum að hlýða víði og í hvaða búning þetta var allt sett þar sem að Þórólfur, sem mjög öflugur maður og væn ég alveg vissum, færi raun alræðisvald á Íslandi, hann gefur út minnisblöð sem að fela í sér að fyrirtækjum lokað, fyrirtækjum rústað. Við sjáum langtíma áhrif sem að felast í því að ungt fólk ber skarðan hlut frá borði félagslega. Nú vil ég stoppa því. Vegna þess að Víðir lokaði ekki fyrirtækjum. Nei, Þórólfur lokaði ekki fyrirtækjum. Þórólfur útbjó minnisblöð fyrir ríkisstjórnina. Ábyrgðin á að hvíla það sem ábyrgðin það ríkisstjórnin sem tók þessar ákvarðanir, hann veitti ríkisstjórninni fagleg ráð. Ríkisstjórnin undir forystu Katrínar Jakobsdóttur vék sér alfarið undan og fylgdi í einu og öllu þessum minnisblöðum. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að var með Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk innan borðs, þessi ríkisstjórn hún bara tók ráð Þórólfs en það hún sem tekur þau. Hún kosin, hún verður til upp úr kosningum, þeir hafa þá ábyrgð að stjórna landinu, þeir taka þessar ákvarðanir að loka fyrirtækjum og svo framvegis. Það að tillögu sóttvarnalæknis sem að starfar undir hatti landlæknis sem að og þetta fólk nú allir með Þórólfur núna inn á þingi, þau hljóta, ég held að þau séu með 23 verkefnastjóra í tengslu við lýðheilsu til að banna mér að gera þetta og hitt og taka í vörun eða hvað það en þau hljóta í þessari vinnu líka að hafa þurft að taka inn í jöfnuna þessi gríðarlegu félagslegu áhrif sem að þetta hafa. Það ekki hlutverk þeirra. Þau hafi ekki menntun til að meta efnahagslegar afleiðingar af þessum aðgerðum. Lýðheilsulegar. Þau geta eingöngu lagt til að þetta sé gert til þess að sporna á móti útbreiðslu farsóttarinnar. Það pólitísk ákvörðun að hlíta þeirra ráðum og þú verður bara sagt það við að þitt fólk. Katrín Jakobsdóttir. Já, og Bjarni Benediktsson. Og Sigurður Ingi. Já, þeir allt mitt upp á þess fólk. Að sér það að ég var nú viðkjanna það að sem sem gamall sósíalisti þá nú fáir stjórnmálamenn sem með þykir vætnum heldur Bjarna. Út frá en óháð því hver ber loka ábyrgðina þegar þú horfir til dæmis á þessi myndbönd og þessa daglegu fundi, ég mann með foreldra mína heitna þau sátu undir þessu skelfingu lostin síðustu æviárin upp á hvern einasta dag og það verið að kalla inn líka auka viðmælendur og ólíkum kímum samfélagsins til þess að auka á hræðsluna og óttann. Keyrðu við ekki allt og langt, ég ekki að kalla það stóra bróður, en tók ekki ríkisvaldið, tók það sér ekki of mikið pláss inni í lífi og hugarheimi fólks? Ég ekki nokkrum vafa að það hefði mátt gera þetta svolítið þýðlegar. En þú verður að horfa til þess að þarna var verið að takast á við farsótt sem við þekktum ekki, skildum ekki og það sem að Þórólfur og Alma Möller voru að gera var að halda þjóðinni upplýstri. Hinn leiðin við að gera þetta að halda enga svona fundi, gera allt leynilega. Veita mönnum engar upplýsingar þannig að þau geta ekki mynda sér skoðanir af því sem var að gera. Ég held í fram að við höfum staðið okkur þokkalega vel. Ég get bent á alls konar atburði sem áttu sér stað þegar sem að gera það verkum að ég fór niður í stjórnaráð með sveðju og alltaf að afhausa þetta fólk. Við klippum þetta út, Hallur? Nei, ég Þetta ekki fyrnt, Kári. Nei, þetta mér fannst ríkisstjórnin standa sér býsna vel. Hún fór ansi langt í aðgerðum til að sporna gegn útbreiðslu, en það var raunverulega ekkert annað að gera. Það engin vandi núna að sitja hér upp í Kjarvalsstofu og gagnrýna það sem var gert að þessu augnabliki. En Svíar fóru aðra leið og niðurstaðan þar hún ekki verri ef þú telur þetta í hvað dauðsföll er miklu verri. Í mannfalli? Já, miklu verri. Og það var mikil, þú voru að gera það grein fyrir því að í svona 90%
af löndum í vestanum heimi, þá fóru menn að þessu mjög svipað og við gerðum. Við gerðum þetta á upplýstari hátt. Í Svíþjóð kom dánatíðnin fyrir fram, en þegar að málin voru gerð upp í heild, þá var dánatíðnin ekki lakari, eða þeir stóðu ekki verr heldur en við. Hvað á blessuðum maðurum við með dánatíðnin var lakari? Í Guðanabænum talaðu íslenskt máldrengur. Ég segi bara eins og Guðni Ágússon sagði forðum, sko, öldruðum verður að fækka. Þú þarf ekki að hafa áhyggjur af fækkun aldrar að þeir gera það sjálfur. Nei, sko, ég algjörlega sammála því að við eigum að fara í gegnum það sem gerðist, vegna þess að það koma fleiri svona faraldrar og við verðum að vera undirbúin undir það. Og það sem að skelfið misvoltið að þegar að faraldurinn kom til Íslands, þá tóku við að okkur íslenski erfðagreiningar að sjá mjög stóran 100 greiningum, við raðgreindum veirun úr öllum, við greindum gögnin, það var engin annar sem gat raunverulega upplýst sóttvarnayfirvöldum hvað var að gerast, og ég lagði til á sínum tíma að það yrði stofnað einhvers konar farsóttastofnun í kringum sóttvarnalækni og það hefur ekkert gerst. Við erum ekkert betur í stakk búin til þess að takast á við nýjan faraldur heldur við vorum þá. Þú varst svolítið í átökum þínu við landlækni eins og Elon Musk við Trump. Svona einhver auðmaður út í bæ að gera allt vitlaust og með allt á hornið þér. Er þetta ekki algjörlega sambærilegt? Í fyrsta lagi er ég sko gamall sósíalisti og er engin auðmaður. Ég á að vísu allt og mikið fé fyrir sósíalista, það veldur mér áhyggjum, heldur fyrir mér vöku. Þurfum að setja auðlindagjöld á því. En sko, það sem ég var að gera, var nákvæmlega það sem að mér bara skildi til. Þessi þekking og tæknigeta var hvergi annars staðar til í samfélaginu. Það sem gerði það verkum að ég var af og til að takast á við Þórólf og Ölm og svo framvegis, var að það var endi heilbrigðismálara þar Svandís Svavarsdóttir, hún neitaði að tala við mig af því ég vann fyrir einkafyrirtæki og það bjó til alls konar vesen, þannig að samskipti mín við stjórnvöld fór í gegnum Katrínu Jakobsdóttur og Bjarna, ekki í gegnum heilbrigðismálaráðherra. Hvað vildur þú ræða við heilbrigðisráðherra sem hún vildi ekki heyra? Hún bara vildi ekki hlusta á okkur. Hún hélt í fram að ríkisbáknir geti alveg séð þetta þó það geti það ekki. Það nákvæmlega sama eins og þegar hún var núna síðast í landbúnaðarmálaráðherra og riðan kom upp og sagði hún að bestu vísindamenn þjóðarinnar ætlaði að sjá að greina riðun í þessum kindum. Hvar heldur það hafi lent? Auðvitað lenti það hjá okkur, í Vatnsmýri. Þú varst að greina þetta allt? Við greindum það allt, já. Já. Svona er þetta þegar tveir sósíalistar mætast, við sjáum það í Sósíalistaflokki Íslands. Það fer alltaf allt í hund og kött. Sko, það er nákvæmlega Þið þolið bara eins manns flokka. Það er nákvæmlega með sósíalista eins og ykkur íhaldsmenn að sumir þeir eru bara jafn illa gefnir eins og þú enn í mig. Nei, sko, persónur og leikendur skipta miklu meira máli heldur en pólitísk hugmyndafræði. Vinnan er endarlega unnin af fólki og Guði sé lof þá er munurinn þegar kemur að því hvernig fólk horfir á samfélagið, munurinn milli þeirra sem að einhverju hluta vegna staðsja sig til hægri eða vinstri orðin harla lítil og það er smá sjá til að sjá hann. Ertu með samviskubiti við því að vera sósíalisti? Þú talar svo mikið þetta. Þetta er svolítið svona eins og AA-fólkið. Nei, ég er ekki með neina sko, neitt samviskubiti við því. Ég nú skal segja hvað ég meina með sósíalisma. Sko, mér finnst að samfélagi eins og okkar eigi að sjá fólkinu í landinu fyrir heilbrigðisþjónustu. Og mér finnst að heilbrigðisþjónustan eigi að vera borguð af ríkinu, að einstaklingar eigi ekki að þurfa að borga fyrir heilbrigðisþjónustu þegar njóta hennar.
og ég held ég fram að við að skattleggja fyrir heilbrigðisþjónustuna vegna þess að peningarnir sem fari í heilbrigðisþjónustu, þeir fari ekki neitt annað. Þetta ekki peningar sem þú getur fjárfest annars þar og búið til meiri pening úr þeim. Þannig að þegar þú ert að skattleggja ungt fólk fyrir heilbrigðisþjónustu, þá má segja að það sé svona fyrirframgreiðsla fyrir þá þjónustu sem menn njóta mestu leyti þegar eru orðnir gamlir. Þannig að mér finnst að heilbrigðisþjónustan eigi að vera hún ekki ókeypis en hún má að vera greidd af skattfé. Og mér finnst það eigi að byggja betri heilbrigðisþjónustu heldur en við höfum í dag. En ekki allir Íslendingar sammála þetta í grunn? Eru við öll sósíalistar? Nei, það töluvert þú borgar mjög mikið fyrir heilbrigðisþjónustu í dag. Því miður, þú borgar töluvert fyrir lyfin, þú borgar fyrir innlagnir að spítala og ég skil ekki hvernig það gerðist raunverulega. Númer 2, mér finnst að skólakerfið eigi að vera borgað af hinu opinbera og við höfum sérstaklega fjárfesta í grunnskólunum og en þess að grunnskólarnir eru sá staður þar sem hægt að jafna leikinn, þar sem börn sem kom úr erfiðum aðstæðum geta fengið hjálp í skólunum og mér finnst að það eigi að vera til staðar einhvers konar mekanismi til þess að gera ungu fólki kleift að kaupa sitt fyrsta húsnæði en að öðru leyti geta maður séð sér sjálfir. En býttu nú við Kári, nú ætla ég aðeins að fá að vitna hér í þessa bók. Hér stóri bróð sem að teiknar upp mynd af því hversu fallegt samfélag hann hefur byggt upp og hversu ömurlegt samfélagi var sem að kapitalismin hafði byggt upp og þeir að breyta sögunni til þess að reyna að tryggja þann skilning fólks að samfélagið sé gott þrátt fyrir þá ömurðarmynd sem þannig dreinu upp. Þetta ekki einmitt vandinn við sósíalismann sem að þú talar fyrir hér að það auðvelt að teikna upp þetta björtum og fallegum litum eins og góður listmálari myndi gera en svo í praxís þegar þeir sósíalistarnir farið að sinna þessu og komist loksins til valda að þá fer þetta allt í klessu. Þarna lendir þú ágæti félagi út í horn. Illagefni. Ekkert sérstaklega en bara svona dálítið. Dálítið illagefni. Nei, en sko nú ég náttúrulega bara áhorfandi í íslenski pólitík en mér finnst alveg ævintýralega lítill munur á þessum stjórnmálaflokkum þegar komast við völd. Það mikill munur á þeim í stjórnaranstöðu en ég fæ ekki séð að það sé minnsti munur á því hvernig þessi flokkar, hvort eru hægri eða vinstri, sósíalistar, íhaldsmenn hvað þeir eru komnir í ríkisstjórn og verða að takast á við raunveruleikann, þá verða þeir allir eins. Já, en tökum aftur, þú nefndir nú Kína og Norður Kóreu áðan. Hvar sýnist þér sósíalismannum hafa tekist best upp svona að þínum smekk? Kína og Norður Kóreu eftir sósíalísk ríki. Þeir eru einræðisríki, þar sem ríki hefur alræðisvald og eru alveg skelfilegur staður og ég sagði nú í dag frá sögu af mínum samskiptum við Kína. Ég var í samvinnu við stofnun sem að heitir The National Center for Cardiovascular Disease í Peking. Við höfum verið beinir að hjálpa þeim við að vinna erðafræði vinnu í stóru 5 milljón manna hóp þar sem voru að fylgja hjartasjúkdómum. Það má ekki flytja erðaefni út úr Kína þannig að við fórum nokkur sinnum til Peking og það voru strákar frá íslenski erðagreiningu sem fóru til þess að hjálpa þeim við að setja upp rannsóknarstofu og að byrja að greina gögn. Í Kína eru 56 svona undir þjóðflokkar og var mjög mikilvægt að skilja munun á þeim vegna þess að ef þú ætlar að leita breytanleiki erðamengi sem tengist hjartasjúkdómi og þú lendir í því að sjúklingarnir eru stærri hluti sjúklingarna kemur úr einum hópnum og kontrólunum og öðrum hóp þá færðu falska tengingum. Svo þetta var það að gera. Svo við byrjuðum á því að láta stofnun í Kína arfgerðagreina sín úr 4.000 manns og svo byrjuðum við að skoða hvernig þessar breytanleikar dreifast í samfélaginu og það var svolítið interessant vegna þess að við höfum búist við það í Tíbet myndum við ekki finna mjög mikið af breytanleikum sem einkenna Tíbet
vegna þess að Central Committee eða kommunistaflokkurinn var búin að ákveða að hlaða inn í Tíbet Kínverjum til að þynna út þessi mótmæli sem það voru. En við sáum engin slík merki. Einn daginn þá var kona, hjartalæknir, sem var yfirmaður þessara stofnunar, hún var handtekinn og það var annar maður handtekinn sem að vann fyrir Amgen í Kína og þau voru dregin fyrir dóm fyrir landráð og landráðin voru að vinna í samvinnu við mig. Þeir voru dæmd í 9 ára fangelsi en enginn sem hefur verið dregin fyrir dóm fyrir lokuðum dyrum í Kína fyrir landráð hefur nokkuð tíðan sést aftur. Svo flest bendir til þess að þetta fólk hefur verið tekið að lífi fyrir það að taka þátt í svona rannsókn. Samfélag það sem svona gerist er býsna ógeðslegt. Þú heldur að þau hafa verið tekin að lífi? Já, ég er ekki nokkuð með vann það. Og meðan á réttarhaldunum stóð þá þorði enginn að minnast á þetta opinberlega vegna þess að sagan segir að þegar að svona sögur lendi í fjölmiðlum þá sé nýst ennþá meira af fólkinu. Þannig að menn þor ekki að tala, menn þor ekki að ræða þetta, halda þessu feldu. Sko það svona dæmi. Þú hlýtur að sjá mikið eftir því að hafa farið til þessa samstarf? Já, ég geri það. Ég náttúrulega ekki við öðru að búast en að fucking idiot eins og ég verð á mistök. En þetta er svona meðleiðilegri uppákomu sem ég nokk til lendi í. En þetta er svo skefjalaust dæmi sem þú nefnir og sárgrætilegt. Þetta er kannski ekkert svo fjarri því sem að lesa má í bók Orwells önnur dæmi eins og frá COVID-faraldrinum þar sem að óttinn við útbreiðsluna var slíkur að þeir neldu fyrir hurða hjá fólki og létu það deyja drottnin sínum inn í íbúðum. Í Kína? Já. Já, nei, ég er til þess að því. Þú manst eftir því þegar Mao Zedong sagði að Tjarnarhólsbreykjan var í pappírstýristýr fyrir Kína. Vegna þess að þeir eru svo margir, það skiptir engu máli þó þeir glati nokkrum miljón manns. Og það er svolítið interessant að þú ferð að skoða sögu Kína að í kringum 1850 það var uppreisn í Kína. Keisarinn hann stjórnaði í umboði guðana en hann gat mist umboð guðana. Og einhver hluta vegna í augum fólksins í landinu hafði hann mist þannig umboð guðana og hann kallaði Breta sér til hjálpar. Þegar að þessu uppreisn var liðin undir lok höfðu 50 miljón manns látist. Sko saga Kína er dálítið dramatísk. Svakaleg og þannig er furðulegast að ekki manni til þess að hafa lesið þetta í sögubókum í skóla. Þetta náði ekki til okkar mistu kosti niður í menntaskóla í Reykjavík. Aftur að stóra bróður og þessu fyrirbæri sem Orwell lýsir auðvitað með sínum orðum og úr sínum hugarheimi tvinna saman við þessa mögnuðu ástarsögu þar sem Júlía dettur inn á sögusviðið með pappírssnifsi sem hún réttir honum í mötuneytinu. Við erum með magnaða forsíðu hér fyrir aftan okkur frá 1963, í nóvember 63, frá atburðunum í Dallas. Margir, og við reyta að sjá nýja könnun sem að furðustofnunin fjölmiðlanefnd gerði, sýnir það að það er ótrúlega stórt hlutfall Íslendinga sem trúa því að það sé starfandi einhvers konar djúpríki hérna. Og þú ert nú alveg pottþétt hluti af því ef að það er á annað ból til. Ég ætla að lega mér að fullyrða það. Ég ætla að biðja þeim að stoppa í eina mínútu vegna þess að það er afskaplega dónalegt í samræðum að benda á fólk. Mér var kennt á Patrísfirði sem barn að mætti ekki benda á skip en það mætti benda á fólk. Sérstaklega svona kurteisa menn eins og þig. En
Það sem ég ætla að fá að segja í þessu sambandi, er til eitthvað djúprík, til einhvers konar, þú hefur verið við þessar háu stofnanir, ferðast allan heim, eru til einhverjir valdastrúktúrar sem að við sjáum ekki á yfirborðinu, sem almenningi ekki kunnugt um? Ég væri mjög hissa ef það var einhver slíkur valdastrúktúr á Íslandi. Ég væri býsna hissa. Það eru hópar sem að rotta sig saman. Það eru fyrirtæki sem rotta sig saman af og til. Oftast komast upp með það, stundum eru þau nöppuð. Ég held að það sé ekkert djúprík á Íslandi. Ég held að við séum sem samfélag séum dálítið köld þessa dagana. Ég held ég getum komist af með töluvert meiri væntumþykju og kærleika í samfélaginu. Ég held að við séum dálítið mikið efnishyggju fólk. Og til dæmis ég fæ ekki og flestar svona pólitískar deilur sem maður hlustar á hérna hinum megin við Klambratún númer 2, að flestar þær deilur keisarans skegg. Ég ekki verið að taka á málum sem ég held að skipti mál í samfélaginu. Heilbrigðiskerfið, menntakerfið sem þú nefndir og fleira. Nú hringja menn í mig og veistu af hverju það er? Það er djúpríkið. Þeir hafa áhyggjur að ég skulle sitja nálægt þessum manni meira en hálftíma. Það er ekki hættulaust og ekki hægt að bólusetja við þessu, skal ég segja þér. En hins vegar, ef þú vilt setla þetta, þá ég reiðubúin til þess hvenær sem hvað sem og með hvaða vopni sem Ég ætla kannski að fá að rifja upp hérna áður en við höldum áfram. Ég var vitni að stórkostlega skemmtilegu samtali milli Karl Skauta Hjaltason, vinur minn sem hérna út í sal. Þeir hittust hann og Kári og Karl sagði þú ert augljóslega ekki að æfa eða þú ert ekki að þjálfa greinilega og var eitthvað að setja út á hérna svona holningun á kallinum og spurði hvernig þeir ættu að takast á, hvort það væri í íslenskri glímu eða með einhver annar aðferð. Þá sneri Kári sér svona hálfur undan og sagði í hálfum hljóðum það er að mannúðar ástæðum sem ég ætla ekki að berja hann. Hver veit nema að eitthvað gerist hér út á Austurvelli og eftir? Ég benti hins vegar á strax að þetta var kannski ekki skynsamlega sagt hjá mér vegna þess að ég var ekki viss hann tilheyrði þeirri dýratjón sem við köllum menn. Þessu verður svarað í góðum pisli í mokkanum, gerir ég ráð fyrir. Já. Það sem að mig langar til að taka eins fyrir hérna núna, þó við séum aðeins konum fram yfir á tíma, það er þessi ótrúlega bylgja sem að við höfum upplifað síðasta 1,5 áratuginn sem að má kalla vógisma, slaufunarmenningu. Í bókinni 1984 talað það eimamenn og í ýmsum þessu lýsingum þar sem að fólkið hverfur eða fólkið hliðsett, þá veltir maður fyrir sér hliðstæðum í atburðum þar sem að menn eru teknir og kaþólska kirkjan kallar þetta að taka menn út af sakramentinu, bannfæra menn. Hvernig horfir það við þér? Hvernig finnst þér okkur hafa farnast í innleiðingu á dómstóli götunar? Mér finnst dómstól götunar afskaplega dapurlegur og það sem flókið að gera er að fíkur út hver ber ábyrgð á því. Ég held að íslensk blaðamennska beri töluverð ábyrgð á því. Það sé að þau eru fjölmörg þau mál þar sem menn voru ásakaðir alls konar hluti eða gjörðir sem aldrei voru sannaðar en það var skrifað þetta í blöðum á forsíðum út allt. Þannig ég held að fjórða valdið í okkar samfélagi beri eða hafi ansi mikla ábyrgð. Það er að segja að ég held að sé þó svo að málfrelsið, ritfrelsið sé geysilega mikilvægt. Þá held ég að sé mjög mikilvægt að hyggja að því hvað er rétt og hvað er rangt. Eitt af því sem að
núverandi forseti Bandaríkjanna hefur gjaldfellt mjög mikið, er sannleikur. Hann öllum stundum að koma fram með yfirlýsingar sem að standast ekki og það allt í einu orðið allt í lagi. Meðal stjórnmálamanna allt í einu orðið allt í lagi í fjölmiðlum að koma með yfirlýsingar sem standast ekki. Og ég held í fram að yfirlýsingar ljótar gjörðir manna sem ekki búið að sanna séu hreinlega lygi. Þannig búið að sanna það. Höfum við ítt til hliðar hinni áður sjálfsögðu kröfum að menn teldu saklausir sektarsönnur? Að hluta til, það var það gert, að hluta til og löngunin til þess að gera þetta átti held ég að einhverju leyti rætur sínar í því að það voru ákveðin mál sem að við sem samfélag tókum á léttvægan máta og konur halda því fram að ofbeldi gegn konum sé eitt af þeim málum sem við tókum höndluðum á léttvægan máta og kannski átti þessi tilhning svolítið rætur sínar í því en ég held að það sé geysilega mikilvægt. Það er alveg sama hver málaflokkurinn þá aldrei að gefa afslátt á sönnuninni. Sönnunarbyrðin á að vera svo sama, alveg sama hver málaflokkurinn Rétt í lokin áður við opnum á samtali hér við salin. Í grunninn eftir að þú heimsækir þessa bóka 60 árum eftir að þú lest hana og þú væntanlega verið í MR þegar þú last hana? Nei, ég held ég hef verið í Hagaskóla því ég las hana. Og þú hefur verið bráðger. En sko, þegar kemur að 1984 þá þessi bók ekki það sem mikilvægt í mínum huga. Dóttir mín Sólveig, hún fæddist 1984 og hún snöggtum skemmtilegri heldur en þess bók. Og ekki getur þetta neinu viðvarpa? Nei. Já, en það eitt í þessu sem ég held að sé mikilvægt að þessi viðvarpi hann sko síamst tvípuri í þessari eljótónisku tækja sem við göngum með í dag. Símar og tölvur bjóða upp á svo feikiligan möguleika því að njósnum fólk og ég sagt til dæmis að síðan í byrjun síðasta árs þá stóð ég í mikil baráttu við Amgen að viðhalda einhverju sjálfstæði hjá íslenskri erfðagreiningu sem endaði með því að þeir rákuðu þig. Leyfði mér að ljúka þessu strákauli. Ég held bara að ætla að gleyma þeim hluta sögunar. Nei, en sko að vissu leyti þá var ég að leika einhvers konar Don Quixote hlutverk. Ég var að berjast við vindmyllur sem ekki var hægt að vinna. En það endaði á því að ég tapað og íslensk erfðagreining ekki til lengur. Hún bara hluti alþjóðlega innlimað í Amgen og það má líta svo að brottrekstur minn hafi verið nokkuð svona líknarmorð vegna þess að ég hefði aldrei lifað af að vinna þar undir núverandi kringumstæðum. En eitt af því sem þeir kröfðust til dæmis sem að ég mótmælti var að allir starfsmenn íslenskra erfðagreiningar hefðu það sem heitir Amgen tölva. Og því ég spurði hvað Amgen tölva? þá fékk ég ekkert svar. Og núna eru allir starfsmenn niður í Sturlugötu 8 með tölvu frá Amgen með þess að konurnar sem þrífa inn í eldhúsun og svo framvegis. Og hvað þetta? Þetta eru tölvur sem eru með njósnabúnaði, þetta eru tölvur sem eru með spæver. Þetta ekki bara tölvur, þetta eru mikrofónar. Það hægt að hlusta á allt sem talað í kringum þessar tölvur. Og þá geta menn sagt, já, þetta ekki bara sjálfsagt? Þetta tæki sem þeir nota við vinnu sín í vinnunni. Eitthvað sem að á sér stað í vinnunni sem að fyrirtæki má ekki vitum? Og auðvitað svari við því nei, auðvitað eiga þeir að fá að vitum allt. En þannig þú komin alveg upp að línunni. Eru þeir að hlusta? Sko, ég ætla ekki svara til spurningum að ég hef konflikt við interest. Ég náttúrulega hef staðið í þannig stappi við þá að ég líklegri en aðri til svo grunað græsku en ég hef ekkert sem að sannar það. En
þetta bara eitt af þeim tækjum sem stór fyrirtæki, minnst oft í Bandaríkjunum, nota alltaf. Að vita hvað að gerast hjá fólkinu til þess að þeirra starfsmannastjórn sé skynsamleg og miðist við það andrúmsloft sem á staðnum. Þannig að vissu leyti þetta sjálfsagt, en á öðru leyti þá alveg fyrir neðan allar hellur. Það rifjar upp fyrir mér að ég einn af þeim sem hafa gefið erfðaefni mín til rannsókna hjá Íslenskri erfðagreiningu og fekk að launum einn af þessum viðbjóðslegu bólum sem þið dreifðu alla landsmenn, voru gjörsamlega að gangað allir tísku á Íslandi dauðri með merkinu ykkar fræga með... Ég fer fram af það afskaplega kurteislega að þú sért ekki að bera þetta smekkleysið þitt að borð. Þetta voru fallegir bólir, en allt það. Við útkljáum það hérna fyrir utan, þú sér að ég farin að bretta upp ermar og svitna á erfuvörni. Þessi erfðaefni mín eru núna þá í eigu þessa ameríska lífeyris. Nei, þetta erfðaefni er eingöngu í þinni eigu. Þeir eru í vörslu Daniels Guðbjörnssonar. Áður en ég var rekinn var ég persónulega ábyrgur fyrir öllum lífsýnum hjá Íslenskri erfðagreiningu. Ég flutti það yfir til Daniel Guðbjörnssonar og fólki sem vinnur í Íslenskri erfðagreiningu feitilega vant að virðingu sinni. Þetta geysilega gott fólk og ég alveg handvissum að þau koma aldrei til með að láta Amgen komast í lífsýni frá Íslendingum undir nokkrum kringumstæðum. En hér erum að ræða fyrirtæki sem að vildi hlusta á alla starfsmennina. Já, en ég að segja að það virðist vera bara allsíða í bandarísku samfélagi. Það ekki allsíða að þeir geti gengið í lífsýni frá fólki. Það með að segja tiltölulega stíf lög í Bandaríkjunum sem komið voru fyrir slíkt. Við vonum það best í því, en eigum við að opna hér á umræðu úr sal. Við erum neitt að nær alveg, Kári nú blindur öðru, en ég eiginlega blindur á báðum núna í þessum kösturum. Vandamál þitt, Stefán, ekki augun heldur það sem á baktaðu. Og milli eyrnana. Alveg ótrúlegt að þessi miklu vísindamenn úr þínum hópi hafi ekki náð að bjarga þessu eins og öðru. Einhverju hér sem að vilja leggja orð í belgum 1984 hér á fremsta bekk? Það væri frábært ef þú myndir rísa á fætur og segja til nafns. Ég heiti Hjördís Vilhelmsdóttir, sælverði. Ég ætla nú eiginlega bara að spyrja aðeins Kára, áður nú nefndir þetta, ég rétti pent áður nú nefndir að vera 1984, ef það er leið. Í hverju felst hættan á því að ykkur komist yfir lífsýn okkar? Hvað gerist ef ykkur kemst yfir til dæmis lífsýni Stefáns? Það ekki... Já, og svo ætla ég að spyrja það hérna út af COVID-umræðinni. Nei, ég ætla að svara þessari fyrstu spurningu að því að hún skipti þetta allum máli. Já, við ætlum nefnilega ekki að til mikið samtals að fá spurningar inn og Kári svarar. Já, ég ætla að svara þessari spurningu. Hvað maðurinn að hérna veifar fingurum og ætlar að koma í auk fyrir að ég svari? Er þetta minn þáttur eða þinn? Ég hér, þannig að þetta lítur að vera minn þáttur. Það í rauninni það eru rauninni litlar takmarkanir á því sem hægt að gera við lífsýni. Það að segja, við erum komin að þann stað að úr lífsýni hægt að gera alls konar hluti. Það er jáfnvel hægt að klóna þig út frá lífsýni. En það ekki málið. Málið að sköpa einfallega það að það má ekki undir nokkrum kringumstæðum búa til þannig aðstöðu að fólk komist í lífsýnin og vinni með þau einhvað annað heldur en hafa leyfi til. Og til dæmis þessi lífsýni sem eru með nýri ég ekki lengur þar, sem eru nýri í Íslenskri erfðagreiningu sem eru lífsýni frá 5 miljón manns, mjög lítil 100 hluti frá Íslandi, eru lífsýni sem við höfum ekki leyfi til að vinna með nema bara sérstakar rannsóknir sem við fáum leyfi vísta síðan nefnda til þess að vinna. Það segja að við höfum ekki óheftan aðgang að þessum lífsýnum. Næsta spurning? Já, ég samtöði hérna bólusetninguna. Þetta því meður, það ekki rétt hjá mér valdið því að fólk hefur stórið óttastlegi við aðra bólusetninga sem áðar virkuði vel, eins og nefndir hérna einhverja sjúkdóma, hættasótt og fleiri sjúkdóma. Þær bólusetningar, það ekki rétt hjá mér, þær
slóu á sjúkdóminn, þannig var ekki þá að þeir sem voru bólusetti voru ekki að fá sjúkdóminn nýja dreifunum, en það virðist vera að allir hafi samt sem að þið fengi COVID þó þeir hafa fengið sprautur. Hver ástæðan á þessum mun? Takk. Sko, það ósköp einfalt vegna þess að þú verður að líta á COVID-bólusetningarnar eins og bólusetningu við influensu, að það ertu með veiru sem breytist tiltölulega hratt og vegna þess að hún undir þrýstingi. Þetta er svona evolutionary þrýstingur. Veiran sem með ákveðna röð niturbasa í erfðamengi sínu, hún slegin út af, en síðan eiga sér stað random stökkbreytingar og þegar þær gerast, þá sprett upp veirur sem að sleppa undan þrýstingum frá bóluefninu. Þess vegna alltaf verið að búa til ný bóluefni. En bóluefni gegn COVID-19 flest af þeim voru minnst okkur til jafn eða ekki effektífari heldur bóluefni gegn influensu. Menn fá influensu, þó svo þessi bólusettir, flest miklu vægari heldur en óbólusettir og það sama á við COVID-19 bólusetningu. Þú nefndir í framhjálaupi klónunar möguleikana. Það eftirminnilegt símtal sem þú áttir við, held ég þá félaga í Reykjavík síðdegis þegar að Dorit Musaev lét klóna hundinn sinn og þú lýstir ánægju með þetta en sérstaklega ánægju með að hún hefði ákveðið að klóna hundinn en ekki Ólaf Ragnar. Hvað varst að meina með þessu, Kári? Sko, nú ég settur í slæma aðstöðu. Ég held að ég hafi meint að það sé nákvæmlega eins með Ólaf Ragnar og móðuharðindin að þessi þjóð þarf ekki með eitt að þessu. Ég man allavega þegar þú lést þessu orðfalla, ég keyrði næstu út á Miklubrautinni. Það var svo spot on. Eru fleiri spurningar? Það ein hér mjög aftarlega, þetta var nú óþurftar bragð. Takk fyrir, þetta var ágætis svör sem að Kári gaf í sömu. Hann hefur hins vegar ekki svarað því sem að Stefán var í að. Sko, COVID var miklu meira heldur en eitthvað læknisfræðilegt dæmi. Þetta var líka félagslegt, þetta var viðskiptafræðilegt og það sem ég hissa á núna, 2025, hvers vegna Ísland eina ríkið hérna á norðurslóðum sem ekki gert upp COVID. Allir nágrannar, meira segja Bretar gerði upp 2023. Og annað sem ég ætla að segja þá sem mína skoðun, ég held að COVID hafi einmitt svona skert tjáningafrelsi fólks. Við sem að vildum ekki setja í hlýði víði á Facebook, við vorum gerði útlægir og núna voru 2 dómsmál sem að gengur nú nýlega gegn blaðamanni sem að var átt að taka af honum tjáningafrelsi. Og það rétt tókst að bjarga því en mjög naumlega. Sko, ég vil leggja áherslu á það að sá sem spyr spurningarinnar að hluta til ábyrgur fyrir svarinu. Og ég geri mitt besta til þess að hæða þann mann sem spyr spurninga, því verður að þola það. Sko, þegar þú ferð að segja að sko, í fyrsta lagi ég hef enga sérþekkingu á hagfræði, viðskiptafræði og ég get ekki tjáð mig sérstaklega þessar samfélagslegu afleiðingar af þessum takmörkunum sem áttu stað í COVID. Eina sem ég get sagt ykkur að það sem var gert til að reyna að takmarka útbreiðslu veirunnar og ég algjörlega sammála spyrjandinn að það alveg gjörsamlega út í hött að við höfum ekki verið að gera upp það sem gerðist í COVID. Sumt af því fannst mér alveg með ævintýralegt. Það var farið að veita fyrirtækjum fjárstyrk til að komast yfir þessa erfiðu tíma þegar að ekki var hægt að stunda viðskipti og það skipti engu máli þó að fyrirtæki hafi verið í gífurlegum gróðaskila mjög miklum hagnaði í langan tíma. Það enga síður fékk það styrk til að lifa af COVID og ég bara skil það ekki. En það vegna þess að ég skil ekkert í hagfræði, viðskiptafræði og ekkert í pólitík, nákvæmlega ekkert. Samt allir bankareikningar yfirfullir. Það greinlega ekki skilning til að verða fjáður maður. Nei, sko, það flókið það flókið að
sko eignast fé, það auðveldara að eyða því, ég teki eftir því. En sko, við verðum að setjast niður og ég algjörlega sammála þessari yfirlýsingu að við höfum ekki almennilega sest niður til þess að greina það sem gerðist og ég held að það í rætu sín einhvers konar ströggli milli stjórnmálaflokka vegna þess að þetta svo obvious, þetta svo gjörsamlega kristaltært að þetta verður að gera vegna þess að það kemur annar faraldur og við verðum að búa að skilningi á því sem gerðist í COVID. En stundum þarf líka fjarlægð á hlutunum. Mér langar bara til að nefna í sambandi við þetta að þið munið bankahrunið 2008 og eftirleikinn 2009 síðan var ráðist í vinnsluna við rannsóknarnefnd Alþingis hóf sína vinnu og skilaði henni gríðarlega löng og miklu skýrslu. Ég held að flestir að vera sammála það í dag að við fórum á hratt inn í það. Við stóðum á nærri atburðunum þegar við reyndum að gera þetta upp því að ríkið var ekki sest. Spurningin jafnvel hvort að við þurfum þegar svona ógnar alda skellur á okkur að gefa því lengri tíma bara til að átta okkur á því hverju skólaðu að hafa út og hvað varð eftir. Sko, það með greining á svona vanda að hún gerist ekki á einum tímapunkti, við höldum áfram að greina það. Það ekki svo að við setjumst núna niður og búin til einhverja skýrslum þetta. Við hljótum að halda áfram að skoða þetta. Og þetta að því leyti allt öðruvísi heldur bankahrunið að þarna að ræða faraldur, veirufaraldur sem kemur yfir og ýmislegt sem bendir til þess að það verði miklu skemmra í næsta faraldur vegna þess að menn að þeytast allan heim í berandi sko, sýkla heimsfórnana milli, þannig að ég held að það væri mjög skynsamlegt að fresta því ekki mikið lengur. Friðarráðuneyti Orwells, það tókst á við hernað, ástarráðuneytið á við pyntingar, eigum við að færa talið aðeins að efni bókarinnar? Má ég aðeins benda á að það er aldrei interessant, í bókinni þá segir hann að það séu risin upp raunverulega 3 stórveldi. Annars Bandaríkin og Bretland, þetta ríki eða hvað svo sem að kalla það. Svo er það í Efra Asíu og síðan Austur-Asíu. Að mörguleyti virðist þetta vera að gerast í dag. Það er að segja að þú ert með Rússland og fylgiríki Rússlands, síðan ertu með Kína og fylgiríki Kína og síðan í Bandaríkin og þau ríki sem hafa tilhneigingu til að fylgja Bandaríkjunum, með sem segja NATO, að það eru komnir svona 3 valdapunktar í þessum heimi. Ringir stóri bróðir. Nei, sko, það er enginn þarna úti sem saknar mig, ég lofaði ykkur því. Heyrðu, eigum við að skella í eina góða spurningu enn áður en við segjum þetta gott. Býtum nú við. Við erum með 2 spurningar hérna. Herðu, bara takk fyrir gott erindi. Ég heiti Hermann Kvi. Ég ætla ekki að spurninga pláuna miklu niður bóluefnin. Það var stóra bróðir og það er gaman að vera með mann sem að lýsi sig sem sósíalista. Það er auðvitað mikið talað samfélagsmiðla í dag og hversu miklar persónuupplýsingar samfélagsmiðlarnir eru að fá frá okkur og þeir selja til annarra fyrirtækja og jafnvel til hins opinbera. Þannig ég svolítið velti fyrir mér foreldrar sem eru ógn við friðhelgi einkalífsins, hið opinbera eða einhver alþjóðleg stórfyrirtæki. Ég held að alþjóðlegu stórfyrirtækin sem að reka þessa samfélagsmiðla séu í eðli sínu hættulegri upp að vissu marki. Sko, ég held að í íslensku samfélagi þá séu þessi samfélagsmiðlar miklu áhrifameiri og hættulegri heldur en minnstu þær ríkisstjórnir sem við höfum haft. En ef þú horfir á Bandaríkin núna, þá er mjög margt sem bendir til þess að samfélagsmiðlarnir séu feitilega áhrifamiklir þegar kemur á kosningum í Bandaríkjunum. Þeir búa til ímynd fólks, þeir geta byggt hana upp eða rífið hana niður og ég voða hræddur að þau eru komin með gervigreindar módel
sem geta tekið allt sem að þú setur inn á samfélagsmiðil og geta búið til úr því mynd af þér sem að getur orðið mjög nálagt til að vera eins og þú ert og síðan geta þér byrjað að beglana. Og ég held að þetta sé, sko, þegar ég horfi til þessa þá lofa ég Guð fyrir það ég orðinn 76 ára þannig að þeir hafi ekki mikinn tíma til þess að berja á mér. En ég alveg vissum að þetta kemur til að hafa mikil áhrif á líf einstaklinga og myndun á samfélagi. Þannig að ég held að samfélagsmiðlarnir eru stórhættulegt fyrirbrigði. Á þessum nótum sögulegt dæmi, Cabin Noir frá Fraklandi 18. öld las post þegna sinna. Við sjáum myndavélamæðingu í London. Við höfum tekið stórabróður inn í hjarta okkar í gegnum samfélagsmiðlana. Við sjáum versta dæmi þetta í Kína með social credit kerfinu. Hvað getur samfélag eða þjóðfélag gert til að sportna gegn þessari þróun? Ég held að við eigum að vera vakandi, ég held að við eigum að tala þetta okkar á milli, ég held að við eigum að styrkja fjölmiðla landsins, ég held að eitt af veikleikum íslensks samfélags hvað fjölmiðlar landsins eru veikir, hvað það lítið samfélagslega umræðu í fjölmiðlum. Ég mjög montinn af því sem Stefán búinn að vera að gera, ég held að það sé mjög þarft og ég nú ekki vissum að þið komið til að klappa fyrir mér þegar ég segi að ég held líka að það sem að Gunnar Smári Egilsson hefur verið að gera í fjölmiðlum sé líka gott, hann hefur verið að auka umræðu samfélagsmál. Þú gefa því gott klapp. Það gífurlega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að við verðum afskaplega vulnerable, afskaplega veik fyrir ef við höfum ekki kraftmikla fjölmiðla í samfélaginu. Hæ, Steffi, Anna Magdalena. Ég að spyrja þig, sko, ekki Kára, en hvað gerði það verkum að þú ákvaðst að taka þessa bók fyrir? Finnur samnefnara með þér og Vinn? þar sem hann var líka svona leitandi að sannleikanum. Já, þakka fyrir. Ég náttúrulega að ég hef að komast undan því að svara spurningum í mínum eigin þætti, sko. Það er alltaf verið að reyna að snúa þessu upp á maður sjálfan. En þetta er auðvitað fróðleg spurning. Af hverju er að taka fyrir hér bók sem er orðin hvað 70 ára ríflega? 76 ára. 76 ára, já. Við erum með lifandi dæmi hér fyrir framan okkur það hvernig tíminn fer með verk eins og þetta. Þetta á auðvitað bara mikið erindi og þær eru auðvitað fleiri bækurnar, auðvitað Orwell skrifar fleiri verk sem að við þurfum að taka fyrir hér og það eru mörg verk sem að maður er að heimsækja nýju sem að maður er að lesa í menntaskóla sérstaklega og í háskóla. Hér er nú með gamlan sögukennara minn, hún stóð sig mjög vel, reynda líka starffræðikennari minn þó að það hefur nú ekki komið fram í einhverjarspjöldunum. Og ein af þeim bókum sem að mig langar mikið til að taka fyrir hér á þessum vettvangi innan fárra mánaða er Veröld sem var eftir Stefán Zweig. Það er ótrúlega margt í skrifum þessara manna í Veröld sem var sem á erindi við okkur, ekki vegna þess að sagan endurtæki sem hún gerir það í raun og veru ekki, en það er mjög margt sem gerist í okkar samtíma sem að hægt að skýra og jafnvel að sjá fyrir eða að meta út frá þessum hugtakaliklum og öðru sem að sagan færir okkur. Og það á ekki, og ég er nú bara að nefna hér verk frá 20. öld, meiri 20. öld og annað í þeim túr. Mér finnst að við hefum líka að skoða verk sem eru miklu eldri. Ég ætla bara að upplýsa það hér strax að ég á með þann draum að við munum einhvern tímann hittast hér á þessu vettvangi og taka fyrir Jobs bók úr Gamla testamentinu sem er ótrúlegt verk og ég reyndi að skrifa því lokaritgerð við Guðfræðideild Háskólans og hefði áhuga á að ræða við ykkur. Þannig að já, það var borðleggjandi að taka þessa bók fyrir og hún á mikið erindi og mér finnst reyndar algjörlega frábært, svo ég segi það eins og ég er hálf klökkur yfir því, bæði hvað það mæta hér margir á björtu sumarkvöldi í júlímánuði og líka hvað klúbburinn almennt hefur fengið góða viðtökur. Það er ekki þannig að samfélagsmiðlarnir hafi gleypt okkur algjörlega.
og allavega ekki okkur sem eru hér, kannski eru við þau einu sem eru eftir sko, kannski eru við bara inn á Facebook og Instagram, en þetta eru hluti sem við þurfum að hvetja hvert annað áfram, við þurfum að eiga samtal bækurnar og svo berum við alveg gríðarlega ábyrgð gagnvart börnum og ungmennum, þar að segja og ekki bara að láta þau lesa, heldur líka að tryggja þeim lesefni sem svo áhugavert og skemmtilegt að það skáki heilaleysinu á Instagram og Facebook og TikTok og hvað allt þetta heitir. Og við getum það, þessi vopn eru öll í höndum okkar ef við höfum viljað til. Stefán, ég er með tillögu. Já. Það að segja það sem þú ert að gera, þú ert að draga fram bækur sem að fjalla það samfélag sem við búum í og fjalla nokkur leyti okkar heimsmynd. Að það er skal ég segja, heill flokkur bóka sem hefur verið skrifaðar á undanfærum árum sem fjallar það hvernig heimsmynd okkar hefur breyst í gegnum hugmyndir manna eðlisfræði, bækur tímann og rúmið sem fjalla afstæðiskenningu Einsteins og svo framvegis, bækur sem eru skrifaðar á þann hátt að það eru mjög aðgengilegar fólki almennt og spurningarnar sem koma upp, þú ferð að velta fyrir þér hlutum eins og tengslum tíma og rúms eru ofboðslega spennandi og ég tekur bók eins og The Maniac by Lapatoop sem fjallar Johnny Newman sem bjóð til fyrstu tölvunar raunverulega sem var til þess að Bandaríkjamenn gátu sett saman kjarnorkusprengjuna og svo fara menn að velta fyrir sig hvernig stendur á því að þessi göfugu vísindamenn gerðu það verkum að kjarnorkusprengjum var búin til og mörg hundruð manns voru drepnir með því varpin á Japan og menn hafa velt fyrir sér lengi hvernig stendur á því að þeir leyfðu þess að gera og ástæðan fyrir því það maður búin að lesa til dæmis bók eins og það svo að þeir vildu bara sjá hvort að formúlan virkaði og ég ekki að gera grín þetta bara staðrind það að segja það ótrúlegt hvað mannstjafnan getur gert til þess að fá viljað sinn framgengt. En þessar sögur eru svo spennandi og það skipta okkur miklu máli vegna þess að við erum alltaf að horfast í augu við þann möguleika að vopna þessari gerð séu notuð og sérstaklega þessa dagana. Ótrúlegi tímar. Við munum halda þessari vinnu áfram. Ég hvet ykkur til að fylgjast áfram með á vettvangi klúbsins. Vonandi sjáum við ykkur hér sem flest á þessum vettvangi, þar að segja á þessum bókakvöldum. Ég hefði mikla ánægju á því og látið líka í ykkur heyra eins og Kári við gert núna með hugmyndir að bókum og við reynum að bregðast við því. Við erum meira að segja, þó ég ætla ekki að fara nánar út í það, við erum að Árvakur hefur tekið það verka að sér að þýða tiltekin verk sem að við munum gefa út til þess að auka aðgengi að góðu efni og ég ætla að fá að og þetta er ekki sjálfsól, ég ætla að fá að þakka Árvakri og þessu ótrúlega öfluga útgáfufélagi sem hefur staðið með þjóðinni allt frá 1913 fyrir það að gefa okkur tækifæri til þess að byggja upp klúbbinn og spursmál og hvet ykkur til að fylgjast með í gegnum Mogga appið, Morgunblaðið, mbl.is og alla þessa öflugu fjölmiðlun sem við stöndum fyrir. Kári Stefánsson, þakka kærlega fyrir frábært spjall.